Fundur settur í bæjarstjórn Sveitarfélagsins Hornafjarðar þann 16. janúar árið 2020. Þetta fyrsti fundur ársins og fundur númer 269 í fundum Sveitarfélagsins Hornafjarðar. Mætt eru sá sem hér stendur, Ásgrímur Ingólfsson, einnig Björgvin Óskar Sigurjónsson, Kristján Sigurður Guðnason, Ásgerður Kristín Gylfadóttir, Bryndís Hólmarsdóttir, Stefanía Anna Sigurjónsdóttir og Sæmundur Helgason. Einnig bæjarstjórinn Matthildur Ásmundardóttir. Starfsmenn fundarins eru Bryndís Bjarnason og Tjörfi Óskarsson. Fyrir fundinum liggja 20 mál, þar af 3 fundargerðir bæjarráðs og síðasta fundargerð bæjarstjórnar til kynningar. Einnig eru 16 almenn mál. En áður við hefjum leikinn þá óska ég eftir að bæta hér við einu máli á dagskrárliðinn sem kosning í bæjarráð. Þeir sem eru því samþykkir gjöru svo vel, Hæstvirtur Fund. Það samþykkt samhljóða. Þá okkur ekkert á vanbúnaði og fyrsta mál á dagskrá fundargerð bæjarráðs 926. Einhver sem vill taka til máls undir þeirri fundargerð? Það enginn sem gefur merki. Þá ber ég fundargerð bæjarráðs 926 undir atkvæði. Þeir sem eru henni samþykkir gjöru svo vel, Réttur Fund. Hún samþykkt með 7 atkvæðum. Annar liður á dagskrá fundargerð bæjarráðs 927. Eitthvað sem vill taka til máls undir þeirri fundargerð? Björgvin Óskar, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu fundarmenn. Mig langar að taka til máls undir fyrsta liðnum hana sem fundargerð 62. fundargerð fræðslu- og tómstundanefndar. Það 9. mál á dagskrá, það frístundaakstur. Fyrir seinustu sveitarstjórnarkosningar töluðum við í meiri hlutanum að við vildum skoða það að bjóða upp á frístundaakstur fyrir börn og unglinga í dreifbýli sveitarfélagsins, þeim að kostnaðarlausu. Þegar skólaakstur var að nýju boðinn út í vor var einhugur meðal fræðslu- og tómstundanefndar og bæjarstjórnar að hafa frístundaakstur með í útboðinu sem sér leið og hægt væri að undanskilja frá tilboðum. Áður hafði möguleg nýting á honum verið könnuð meðal foreldra og forráðamanna þeirra barna sem voru í skólaakstri. Frístundaaksturinn hófst síðan sem tilraunaverkefni seinasta haust og ánægja með hann meðal þeirra aðila sem nýta sér hann. 7 börn og unglingar nýta sér aksturinn í dag sem reynda færri aðilar en sögðust ætla að nýta sér hann þegar nýtingin á honum var könnuð. En það þarf að gefa svona verkefnum tíma og það von mín að þeim fjölgi sem sjái sér hag í því að nýta sér frístundaaksturinn. Því vil ég nota tækifæri hér og hvetja foreldra og forráðamenn barna í dreifbýlinu að nýta sér þessa góðu þjónustu sem frístundaaksturinn Takk fyrir. Þakkar fyrir þetta, Björgvin. Orðið laust undir fundargerð bæjarráðs 927. Eitthvað sem vill taka til máls undir þeirri fundargerð? Þeir sem eru henni þá samþykkir gjöru svo vel, Réttur Fund. Hún samþykkt samhljóða. Þriðja mál á dagskrá fundargerð bæjarráðs 928. Eitthvað sem vill taka til máls undir þeirri fundargerð? Það enginn sem gefur mér merki. Þá ber ég fundargerð bæjarráðs 928 undir atkvæði fundarins. Þeir sem eru henni samþykkir gjöru svo vel, Réttur Fund. Hún samþykkt samhljóða. 4. mál á dagskrá lagt hér fram til kynningar fundargerð bæjarstjórnar 268. Eitthvað sem vilja taka til máls undir þeirri fundargerð? Það enginn sem gefur mér merki það. 5. liður á dagskrá jafnlaunastefna, launa- og jafnlaunastefna sveitarfélagsins. Matthildur, þú hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla að fylgja hér á hlaði launa- og jafnlaunastefnu sem við höfum verið að vinna að í tengslum við jafnlaunavottun sem við erum nú í miðju ferli að innleiða. En sveitarfélagið leggur áherslu á að markmið
leggur áherslu á að markmið sveitarfélagsins sé að vera eftirsóttur vinnustaður og að starfsfólk fái greitt fyrir sín störf á grundvelli verðmæti starfa óháð kyni, kynvitund eða öðrum ómálefnalegum ástæðum. Og launastefnan tekur mið af heildarmarkmiðum og starfsáætlunum sveitarfélagsins og er ætlað að styðja við og efla þróun þess að gæðum og skilvirkni. Jafnframt er jafnlaunastefna sveitarfélagsins samofin launastefnu þess og er ætlað að tryggja að jafnréttis sé gætt við allar launaákvarðanir. Og þessu tengt þá erum við, eins og ég sagði í miðju kafi, við að innleiða jafnlaunavottun og er stefnan á að fara í gegnum vottunarferli núna í byrjun sumars þessa árs. Og hluti af þessu er að greina öll störf, móta verklag launasetningu, gera greiningu á launum starfsmanna sveitarfélagsins, en það hefur verið gert áður af PricewaterhouseCoopers og þar kom í ljós að launamunur er nánast varla teljandi. Þannig að ég vona að niðurstaðan verði á svipaðan hátt eftir þetta ferli. Takk fyrir. Þakka þér fyrir þetta, Matthildur. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir 5. lið? Launa- og jafnlaunastefna. Það er enginn sem gefur merki. Þeir sem eru þá henni samþykki gjöru svoleiðis rétt upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. 6. mál á dagskrá er verklagsreglur ofbeldi gagnvart börnum. Bæjarfulltrúar hafa trúlega kynnt sér þetta vel. Er einhver sem vill taka til máls undir þessum lið? Stefanía, gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, þar sem málefni barna eru mér ansi hugleikin, get ég ekki annað en fagna því að sjá þessar verklagsreglur sem þessar setta fram. Ég tel að þessar verklagsreglur séu mjög skýrar og auðveldi stjórnendum sem og öðrum að taka málum sem kunna að koma upp. Þakka þér fyrir þetta, Stefanía. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir 6. lið verklagsreglur ofbeldi gagnvart börnum? Þeir sem eru þá þessum samþykkir gjöru svoleiðis rétt upp hönd. Þetta er samþykkt samhljóða. 7. mál á dagskrá er aðalskipulagsbreyting Seljavelli 3. Björgvin Óskar Sigurjónsson gerir grein fyrir því. Gjörðu svo vel, Björgvin. Forseti, góðir bæjarfulltrúar, er að ræða óverulega breytingu á aðalskipulagi sem felur í sér að svæði VAFþ 10 sem er skilgreint sem verslun og þjónusta í aðalskipulagi og er því ekki breytingu á uppdrætti að ræða. Breytingin snýr að skilgreiningu og fjölda gesta innan svæðisins sem verður eftir breytinguna 80 gestir. Ég legg til að bæjarstjórn vísi óverulegri breytingu á aðalskipulagi í lögformlegt ferli. Þakka þér fyrir þetta, Björgvin. Er einhverjir sem vilja taka til máls undir 7. lið? 7. lið segi fyrirgefðu. Aðalskipulagsbreyting Seljavellir 3. Þeir sem eru þá þessu samþykki gjöru svo vel rétt upp hönd. Þetta er samþykkt samhljóða. 8. liður á dagskrá er aðalskipulagsbreyting náma í Skinney. Björgvin Óskar Sigurjónsson, gjörðu svo vel. Þú ætlar að gera grein fyrir þessu. Forseti, góðir fundarmenn. Breytingin felur í sér að heimila alltaf 30.000 rúmmetra efnistöku í núverandi námustæði. Efnistakan er talin hafa óveruleg áhrif á umhverfið umfram það sem nú þegar er og minnkar áhrif vegna aksturs við gerð varnargarða frá Suðurfjörutanga út í Einholtskletta. Samkvæmt viðauka 2.04 í lögum mat á umhverfisáhrifum nr. 106 frá árinu 2000 fellur efnistakan í flokk C og er því ekki háð umhverfismati. Ég legg til að bæjarstjórn samþykki óverulega breytingu á aðalskipulagi og vísi henni í lögformlegt ferli. Þakka þér fyrir þetta, Björgvin. Orðið er laust
8. lið, aðalskipulagsbreyting náma í Skinney. Þeir sem þessu eru samþykki gjöru svo vel þá rétt upp hönd. Þetta er samþykkt samhljóða. 9. mál á dagskrá er aðalskipulagsbreyting Jökulsárlón á Breiðamerkursandi. Björgvin, gjörðu svo vel. Forseti og bæjarfulltrúar. Með aðalskipulagsbreytingunni var unnin breyting á skipulagsuppdráttum fyrir Öræfi og Suðursveit ásamt skipulagsuppdrætti fyrir sveitarfélagið í heild sinni. Einnig eru gerðar breytingar á skilmálum vegna framkvæmda innan stækkaðs svæðis í samræmi við stjórnunar- og verndaráætlun Vatnajökulsþjóðgarðs. Afmörkun þjóðgarðsins er breytt í samræmi við stækkun hans frá árinu 2017. Afþreyingar- og ferðamannasvæði er stækkað. Athugasemdir bárust og hefur verið brugðist við þeim. Ég legg til að bæjarstjórn samþykki aðalskipulagsbreytinguna og vísi henni í lögformlegt ferli og geri svör skipulagsnefndar að sínum. Þakka þér fyrir þetta, Björgvin. Orðið er laust 9. lið, aðalskipulagsbreyting Jökulsárlón á Breiðamerkursandi. Eitthvað sem vil tjá sig það? Nei. Þeir sem eru þessu samþykki gjöru þá svo vel að rétt upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. 10. mál á dagskrá er deiliskipulagstillaga Jökulsárlón á Breiðamerkursandi. Björgvin Óskar Sigurjónsson, gjörðu svo vel, gerðu grein fyrir þessu. Forseti, góðir fundarmenn. Tilgangur deiliskipulagsins er að skilgreina ramma mannvirkjagerð og aðgerðir svo hægt vera að taka á móti vaxandi fjölda ferðamanna án þess að spilla svæðinu. Árið 2018 komu 850.000 ferðamenn að Jökulsárlóni. Í deiliskipulaginu er lögð áhersla á að útlit og yfirbragð mannvirkja verði samræmt og nýbyggingar og framkvæmdir lúti landslagi og staðháttum. Helstu viðfangsefni deiliskipulagsins eru skipulag þjónustusvæðis, bílastæða, stíga og tenginga við aðliggjandi svæði, lega hringvegarins og tengingar við hann. Unnið er í samræmi við stjórnunar- og verndaráætlun Vatnajökulsþjóðgarðs, náttúruvernd, útivist og byggðaþróun. Athugasemdir bárust og í framhaldinu voru gerðar breytingar á tillögunni. Ég legg til að bæjarstjórn samþykki deiliskipulagið og vísi því í lögformlegt ferli með þeim breytingum sem gerðar hafa verið eftir auglýsingu og að bæjarstjórn geri svör skipulagsnefndar að sínum. Deiliskipulagið verði auglýst samhliða aðalskipulagsbreytingu. Þakka þér fyrir þetta, Björgvin. Orðið er laust 10. mál á dagskrá deiliskipulag Jökulsárlón á Breiðamerkursandi. Ásgerður, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þetta sé nú bara stór stund hérna hjá okkur í bæjarstjórn Hornafjarðar í dag að vera að samþykkja deiliskipulag fyrir Jökulsárlón og auðvitað áttir að fara í eitthvað smá viðbótarferli áður en að það er auglýst og tekur gildi. En það að vera komin á þennan áfanga er bara í rauninni bara stórkostlegt. Ég er búin að vera í 10 ár í bæjarstjórn og við erum búin að vera að fjalla Jökulsárlón allan tíman og hættum því svo sem ekki hérðan í frá. En það sé kannski að myndast samstaða og það verði farið að byggja upp við lónið er náttúrulega stór áfangi. Við samþykktum gildandi deiliskipulag 2013 og það komst aldrei til framkvæmda. Ég ætla rétt að vona og óska þess að þetta deiliskipulag sem núna er verið að samþykkja að það verði byggt upp samkvæmt því, enda eru náttúrulega aðstæður allar aðrar heldur en var á þeim tíma og vonandi að þarna fari að rísa uppbygging í kringum þessa perlu þannig að við getum tekið vel á móti þeim mikla fjölda ferðamanna sem að þangað mætir og við íbúar sveitarfélagsins getum verið stolt af þessu svæði í framtíðinni
og þannig að ég bara, mér langar að óska okkur til hamingju með það að vera allavega á þessum stað sem við erum í dag. Þakka þér fyrir þetta, Ásgerður. Orðið er enn laust 10. mál á dagskrá, deiliskipulag Jökulsárlón. Gjörðu svo vel, Sæmundur. Já, forseti, góði fundamenn. Já, ég ætla að fá að taka undir orð Ásgerðar. Þetta er stór stund og kannski mikilvægi í þeirri umræðu sem nú ríkir varðandi það aðkomu sveitarfélags að skipulagi inn í þjóðgarði eins og þarna er núna. Og þetta er ótrúlega margir sem hafa komið að þessu ferli, svæðisráð, vatnajökulsþjóðgarðs, bæði núverandi og fyrrverandi hafa unnið hér mikla vinnu, sem á skipulagsnefndir, bæði sú sem nú situr og fleiri. Þannig að allt tala það að sveitarfélag missi skipulagsvald, ég blæs á það og þetta sannar þetta hér, að við sem að afgreita hér frá okkur, sannar það í raun og veru. Og ég bara fagna þessum áfanga og vona svo sannarlega og tek undir orð Ásgerðar að ég vona svo sannarlega að við getum bara sjá og hefja uppbyggingu á svæðinu í anda skipulagsins. Þakka þér fyrir þetta, Sæmundur. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir 10. lið, deiliskipulag Jökulsárlón? Ég held við getum öll tekið undir orð þeirra, bæði Sæmundar og Ásgerðar. Við erum ánægð með að þetta sé komið í gang og vonandi fara hlutirnir að gerast þarna, löngu tímabært. En orðið er enn laust. Það biður enginn orðið. Þeir sem eru þá þessu samþykki gjöru svo rétt upp hönd. Samþykkt samhljóða. Nú. Við, ekki að rugla mig. 11. mál á dagskrá, aðalskipulagsbreyting Háhóll. Björgvin, gjörðu svo vel. Forseti, góði fundamenn. Markmið með breytingu á aðalskipulagi er að heimila uppbyggingu verslunar, veitinga og gistiaðstöðu ásamt aðstöðu henni tengdri. Í kafla 16.2 er bætt við Dilksnes ferðaþjónusta. Uppbygging, gisti- og veitingaþjónusta er heimil samkvæmt deiliskipulagi fyrir alltaf 35 gesti í húsum og einnig verslun meðal annars í tengslum við rekstur gróðrarstöðvar. Athugasemdir bárust eftir auglýsingu var reitur VAFþ 47 felldur út úr tillögunni í samræmi við umsagnir. Ég legg til að bæjarstjórn samþykki aðalskipulagsbreytinguna og vísi henni í lögformlegt ferli og geri svör umhverfis- og skipulagsnefndar að sínum. Þakka þér fyrir þetta, Björgvin. Er eitthvað sem vill taka til máls undir 11. lið, aðalskipulagsbreyting Háhóll? Orðið er laust. Það gefur engin merki. Þeir sem eru þá þessu samþykki gjöru svo rétt upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. 12. liður á dagskrá deiliskipulag Háhóll Dilksnes. Björgvin Óskar Sigurjónsson, gjörðu svo vel. Forseti, góðir bæjarfulltrúar. Er að ræða nýtt deiliskipulag að Dilksnesi. Umsagnaferli er lokið. Athugasemdir bárust og var brugðist við þeim með breytingu á uppdrætti og greinargerð. Ég legg til að bæjarstjórn samþykki fyrirliggjandi deiliskipulag og vísi því í lögformlegt ferli með þeim breytingum sem gerðar hafa verið eftir auglýsingaferli og geri svör umhverfis- og skipulagsnefndar að sínum. Deiliskipulagi verði auglýst samhliða breytingu á aðalskipulagi. Þakka þér fyrir þetta, Björgvin. Orðið er laust 12. lið á dagskrá, deiliskipulag Háhóll Dilksnes. Einhver sem vill tjá sig það? Þeir sem eru því þá samþykkir gjöru svo rétt upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. 13. mál á dagskrá er deiliskipulag Hitaveita og Hornafirði.
Björgvin, gjörðu svo vel. Forseti, góðir bæjarfulltrúar, er að ræða nýtt deiliskipulag vegna hitaveitu frá Hoffelli inn að Höfn. Umsagnir bárust frá Minjastofnun, Heilbrigðiseftirliti Austurlands, Umhverfisstofnun og Vegagerðinni. Brugðist hefur verið við þeim á fyrri stigum málsins. Ég legg til að bæjarstjórn samþykki nýtt deiliskipulag fyrir hitaveitu og vísi því í lögformlegt ferli og geri svör umhverfis- og skipulagsnefndar að sínum. Þakka þér fyrir þetta, Björgvin. Þá er orðið laust 13. mál á dagskrá, deiliskipulag, hitaveita og Höfn eða Hortnafirði. Eitthvað sem vil tjá sig það? Það gefur engin merki þeir sem eru þessu þá samþykkir, gjöru svo vel réttarbönd. Það er samþykkt samhljóða. 14. liður á dagskrá er deiliskipulag Reynivellir 2. Björgvin, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu fundarmenn. Hér er á ferðinni ný deiliskipulagstillaga fyrir Reynivelli 2. Markmið með gerð deiliskipulagsins er að bæta ferðaþjónustu á svæðinu og miðar að því að uppbygging ferðaþjónustu nýtist íbúum, jafnt og ferðamönnum. Ég legg til að bæjarstjórn samþykki að kynna deiliskipulagstillöguna og vísi henni í lögformlegt ferli. Þakka þér fyrir þetta, Björgvin. Orðið er laust 14. lið á dagskrá, deiliskipulag Reynivellir 2. Er eitthvað sem vil tjá sig það? Það er enginn sem gefur mig merki, þeir sem eru því þá samþykkir, gjöru svo vel réttarbönd. Það er samþykkt samhljóða. 15. liður á dagskrá er óveruleg breyting á deiliskipulagi tjaldstæði og íbúðasvæði við Fiskhól. Björgvin, gjörðu svo vel. Forseti, góðir fundarmenn. Fyrir liggur ósk að unnin verði óveruleg breyting á deiliskipulagi tjaldsvæðis. Byggingarreitur verði færður svo hægt sé að setja hreinlætisaðstöðu sunnan við núverandi byggingu. Ég legg til að bæjarstjórn samþykki óverulega breytingu á deiliskipulagi tjaldsvæðis og íbúðasvæði við Fiskhól og vísi henni í lögformlegt ferli. Þakka þér fyrir þetta, Björgvin. Það er 15. liður á dagskrá, óveruleg breyting á deiliskipulagi tjaldstæði íbúðasvæði við Fiskhól. Er eitthvað sem vilja tjá sig það mál? Gjöru svo vel réttarbönd. Það gefur mér engin merki. Þeir sem eru því þá samþykkir, gjöru svo vel réttarbönd. Það er samþykkt samhljóða. 16. liður á dagskrá er framkvæmdarleyfi varnargarður Jökulsá í Lóni. Björgvin gerir grein fyrir þessu máli. Forseti, góðir bæjarfulltrúar. Er að ræða framkvæmdarleyfi Vegagerðarinnar vegna leiðigars vestan við brúna yfir Jökulsá í Lóni ásamt Bakkavörn. Gert er ráð fyrir að leiðigarður verði 230 metrar og Bakkavörn 320 metrar. Heildarefnistörf er áætluð 10.600 rúmmetrar og verður sótt efni í 3 námur í samráði við landeigendur. Náma C sem er merkt E13 í aðalskipulagi, Stafafell Jökulsá milli Arasells og Hnútu, er í flokki 3 og því heimilt að veita framkvæmdarleyfi. Námur A og B er í farvegum Jökulsár og Hlíðarár og hvor sig minni en 10.000 rúmmetrar og falla því undir heimild í aðalskipulagi að taka efni úr árfarvegi án þess að efnistaka sé merkt í aðalskipulagi að uppfylltum skilyrðum. Framkvæmdin fellur undir flokk C í samræmi við 1. viðauka í lögum mat á umhverfisáhrifum. Ég legg til að bæjarstjórn samþykki að veita framkvæmdarleyfi vegna varnargarðs með fyrirvara þau skilyrði að frágangur verði samkvæmt kröfum sveitarfélagsins. Þakka þér fyrir þetta, Björgvin. Það er 16. liður á dagskrá, framkvæmdarleyfi varnargarður Jökulsá í Lóni. Er eitthvað sem vil taka til máls undir þessum lið?
Það gefur engin merki það. Þeir sem því þá samþykkir gjörðu svo réttarbönd. Það samþykkt 7 atkvæðum. 17. liður dagskrá byggingarleyfis umsókn Hofsnes Mói skemma. Grenndarkynning vegna byggingarleyfis fyrir Hofsnes Móa lokið. Eina athugasemd barst og var uppdráttur lagfærður í samræmi við hana. Eitthvað sem vill taka til máls undir þessum lið? Það enginn sem vill taka til máls og þeir sem því þá... Ég legg til að bæjarstjórn samþykki grenndarkynningun og vísi henni í lögformlegt ferli. Þeir sem því samþykkir gjörðu svo réttarbönd. Það samþykkt samhljóða. 18. mál á dagskrá umsóknum lóð Ránarslóð 3, lóð B1 og B2. Umsókn Þingvangs EHF lóð á Ránarslóð 3, B1 og B2. Bæjarráð mælti með úthlutun lóðarinnar. Eitthvað sem vill taka til máls undir þessum lið? Það enginn sem gefur mér merki það. Ég legg því til að bæjarstjórn samþykki úthlutunina. Þeir sem því samþykki gjörðu svo réttarbönd. Það samþykkt samhljóða. 19. mál á dagskrá dagskráliður sem við bættum við. Það kosning í bæjarráð. Erla Þórhallsdóttir óskar eftir mánaðarleyfi frá störfum í bæjarráði. Björgvin Óskar Sigurjónsson verður varaformaður B-lista og varamaður í hans stað verður Kristján Sigurður Guðnason B-lista. Þeir sem þessu samþykki gjörðu svo réttarbönd. Það samþykkt samhljóða. Síðasta mál á dagskrá skýrsla bæjarstjóra. Það 20. mál, gjörðu svo vel mættur. Bæjarfulltrúar, forseti. Ég ætla nú að byrja á því að óska öllum gleðilegs nýs árs, bæjarfulltrúum, starfsmönnum og íbúum með þökkum fyrir árið sem nú liðið. Það má segja að nýtt ár fari af stað með hvelli þar sem veður hafa verið okkur erfið fyrstu daga þessa árs. Það blæs byrlega en við getum verið þakklátt fyrir að okkur fennir ekki kaf líkt og í annars staðar. Það segja Hornfirðingar vanalega. Eftir síðasta bæjarstjórnarfund hóf ég undirbúninga vinnu við stefnumótun á árinu 2020 en fyrirhugað að fara af stað með þá vinnu núna í byrjun febrúar og það verður gert í samstarfi við Pódium ráðgjafarstofu. Janúarmánuður fer í gagnaöflun til að greina stöðuna eins og hann í dag. Í febrúar verða vinnufundir og þar með hefst vinnan af alvöru. Markmið er að útkoman með stefnumótunarvinnu verða heildstæð stefna fyrir sveitarfélagið Hornafjörð þar sem heimsmarkmiðin verða höfð að leiðarljósi og í kjölfari verða aðrar undirstefnur teknar upp og endurskoðaðar. Ég sat fund með Vegagerðinni, fulltrúum frá Vatnajökulsþjóðgarði og nefndarmönnum í umhverfis- og skipulagsnefnd til að ná fram niðurstöðu í aðal- og deiliskipulagsvinnu fyrir Jökulsárlón á Breiðamerkursandi varðar veglínu. Aðilar komust að samkomulagi besta mögulega fyrirkomulagið og var því hægt að samþykkja deiliskipulagið hjá umhverfis- og skipulagsnefnd í janúar og sömuleiðis hér í dag hjá bæjarstjórn. Það styttist því í að hægt verði að hefja alvöru uppbyggingu á þjónustuhúsnæði og allir þjónustu aðstöðu við Jökulsárlón sem jú frábærar fréttir. Og í gær á fundi með umhverfisráðherra þar sem var að kynna áformum stofnun miðhálendisþjóðgarðs þá kom fram að á þessu ári áætlaðar 400 milljónir í uppbyggingu á innviðum tengt Vatnajökulsþjóðgarði. Þannig að þetta stórt skref í þá átt að koma þeim málum í betri farveg. Föstudaginn 20. desember var fundadagur hjá mér í Reykjavík en þar gekk ég meðal annars frá sölu á Bjargi fyrir hönd sveitarfélagsins. Ég fór á fund samninga lífeyrisskuldbindingar fyrir heilbrigðisstofnunina en þetta mál hefur fylgt mér frá því á starfstíma mínum sem framkvæmdastjóri heilbrigðisstofnuninni og hófst eiginlega sú vinna bara strax árið 2013. Þannig að þetta búið að vera svona nokkuð langt ferli. En það sé loks fyrir endan á því og samið verður frá 1. janúar 2019 og munum við ljúka samningu við ríki vonandi í þessum mánuði. Ég verð að segja að þetta mikil ánægjustund þegar það tekst að ljúka verkefnum sem mann búin að sitja eða fylgja manni í svo langan tíma og þau hafa líka þau áhrif að rekstrarkostnaðar heilbrigðisstofnananna lækkar til framtíðar. Deginum lauk síðan á fundi hjá KPMG þar sem
hafin endurskoðun á sveitarfélaginu fyrir árið 2019 og sat ég fyrir svörum varðandi úttekt á stjórnsýslunni. Ég nýtti síðan jólafríið mjög vel en við fjölskyldan héldum jól og áramót á Tenerife í sól og sumaryl. Var það góður tími til þess að hlaða batteríin. Enda allir aðrir í frí á sama tíma og því lítið tölvupósta og annað vinnutengt. Það er greinilega vinsælt að halda upp á hátíðirnar á Tenerife en ég var svona eins og margir aðrir Íslendingar. Það voru Íslendingar á hverju strái. Ég kom síðan aftur til vinnu 7. janúar og var fyrsta verkefni að sitja fund í samráðshóp sem vinnur að gerð samninga rekstur heilbrigðisstofnunarinnar. Samningaviðræður ganga vel, þó að út af standi nokkur atriði ennþá. Í dag var síðan haldinn starfsmannafundur á heilbrigðisstofnuninni þar sem að stjórnendur HSU og Selfossi komu til að fara yfir stöðu mála til að upplýsa starfsfólk. Og á morgun verður samningafundur þar sem að unnið verður áfram að útfærslu samnings við HSU. Og það liggur fyrir að HSU tekur yfir rekstur heilsugæslu og sjúkraflutninga og í samningaviðræðunum er unnið að því að sveitarfélagið haldi áfram rekstri sjúkrarýma og heimahjúkrunar. Þannig helst sú samþætting sem hefur átt sér stað í heimaþjónustu ásamt því að rekstur sjúkrarýma verður aldrei sjálfbær sem ein eining undir hatti heilsugæslunnar og því mun faglegra að halda því undir hjúkrunarheimilinu. Fyrstu vikuna eftir jólafrí fór ég svo að lesa tölvupósta og ná áttum eftir frí. Ég tók stóð að tapa einum glugga á þessum degi á skrifstofunni minni, enda orðin vön sól og sumaril og alveg búin að gleyma hversu kvarta getur orðið. Að öllu gríni sleppti þá er jú heppni að engum tókst að slasa sig í þessum ágangi og ég harma þó þær skemmdir sem eruð á bílum starfsmanna í Ráðhúsinu og þær nú hægt að laga. Ég sat minn fyrsta fund í nýju svæðissvæði Vatnajökulsþjóðgarðs þann 7. janúar og á fundinum var kosið í hlutverk og er ég nú formaður svæðisráðs. Friðrik Jónas Friðriksson varaformaður, Hjördís Gírnisdóttir aðalmaður og varamenn eru Ásgerður Gylfadóttir, Hjalti Þór Vignisson og Páll Róbert Matthíasson fyrir hönd sveitarfélagsins. Við fengum stutta kynningu á helstu starfsemi þjóðgarðsins á Suðursvæði sem og önnur dagskrármál. Og þess má geta að fundagerðir svæðisráðs og stjórnar Vatnajökulsþjóðgarðs má lesa á heimasíðu þjóðgarðsins. Og ég set hér tengil á umrædda fundagerð. Föstudagurinn 10. janúar var nokkuð þétt bókaður. Ég sat fjarfund fyrirkomulag vatnsveitu og gjaldskrár þeirra sem haldinn var af Sambandi íslenskra sveitarfélaga og Samorku. Fundurinn var haldinn að tilefni úrskurðar ráðuneytisins vegna kæru á álagningu Orkuveitu Reykjavíkur og vatns- og fráveitu vegna ársins 2016. Þar sem arðsemi hafi verið of mikil og ekki sé heimilt að reikna fjármagnskostnað með þeim aðferðum sem beitt var varðandi raforkudreifingu. Í kjölfari endurgreiddi OR Orkuveita Reykjavíkur notendum samkvæmt úrskurðinum og í kjölfarið óskaði ráðuneyti eftir úttekt á gjaldskrá vatnsveitna í landinu. Stofnaður hefur verið vinnuhópur sem mun aðstoða við næstu skref sveitarfélagi í málinu. Ég vann að endurskoðun jafnréttisáætlunar með Sverri Mannes og gæðastjóra og Erlu félagsmálastjóra og vinnan gekk vel og er stutt í að hún verið tilbúin. Fyrsti stjórnarfundur ársins var haldinn hjá Náttúrustofu Suðausturlands. Þar eru verkefni ávallt fjölbreytt og spennandi. Þessi vika hefur helgast af undirbúningi bæjarráðs og bæjarstjórnar. Ég vann einnig að ljósleiðaramálum, átti fund með Rarik vegna lagningu hitaveitu og fór á fund með umhverfisráðherra í Freysnesi í gær, þar sem hann kynnti frumvarp sem hann hefur lagt fram á Alþingi stofnun Miðhálendisþjóðgarðs. Hann var nokkuð vel mætt á fundinn og líflegar umræður, sem flestar voru þá á jákvæðum nótum. Við búum jú í nágrenni Vatnajökulsþjóðgarðs, hann hefur skilað samfélaginu okkar miklu, við getum öll verið saman það. Störfum þar hefur fjölgað og eru til að mynda 13 heilsársstörf í þjóðgarðinum að sögn starfsmanna þjóðgarðsins og þangað kemur fjöldi ferðamanna. En á síðasta ári kom tæplega 1 milljón ferðamanna á Jökulsárlón. Frumvarpið er til umsagnar á samráðsgátt Alþingis ásamt frumvarpi þjóðgarðastofnun og ég hvet þá sem hafa skoðun og áhuga á málinu að nýta sér samráðið og skila inn umsókn. Svo má geta þess að ég er svo heppin að sitja í Þorrablótsnefnd í Nesjum sem er fínasta skemmtun og brýtur upp hefðbundna rútínu. Hvet ykkur öll til að mæta þangað í febrúar. Þar með lýk ég lestri á skýrslu minni. Takk fyrir.
Þetta er ekki einhver auglýsing af... Jæja, hvað er það? Þakka fyrir þetta, Matthildur. Nú verður gert hlé á fundi meðan farið verður yfir fundargerð.